Magnea Karen Svavarsdóttir á Akureyri greindist með krabbamein í brjósti fyrir 5 árum. Þá var hún 32 ára með hálfsárs gamla dóttur, aðra 3 ára og þá elstu 5 ára. Hún hafði fundið fyrir hnút í brjóstin í rúmt ár en var talin trú að ekkert væri að óttast. Annað kom þó á daginn. Svo fer þetta að stækka og þetta fer að breytast og ég alltaf í hverju einustu skipti sem ég fer í ungbarnaeftirlit með stelpuna að tala þetta. Það sé eitthvað í brjóstinu, það sé að trufla mig, það að stækka og ég fæ alltaf sama svarið, þetta bara stíflaður mjólkurkirtill, farðu bara heim og nuta þetta ekkert. En þetta fer maður að trúa því þegar alltaf sagt við mann, en einhvern veginn vissi ég alltaf að þetta væri eitthvað annað. Og svo þegar að stelpan fyrir í 3 mánaða sprautu, þá hitti ég lækni og ræði þetta við hann. Og hann horfði í augun á mér og sagði bara engar áhyggjur, ekki hafa neinar áhyggjur, þetta ekkert hættulegt, unga konur fá ekki krabbamein, þannig þú skalt ekki láta þetta trufla þig. Og svo var það ekki fyrir en stelpan orðin 5 mánaða og þá fer ég mitt með hann í skoðun og þá hún sem betur fyrir veik, sem hefur alltaf verið hjá. Og hann að leysa hann af og ég fer að ræða þetta en eina ferðina. Hún bara, hver skoðaði með hún var stólétt og ég segi henni það og þá bara hér nafnið hans, númerið hans og þú hringir í hann leið og kemur heim. Sem ég gerir svo, þannig að þarna í enda maí, þegar stelpan var 6 mánaða, þá fæ ég þessa greiningu. Það á föstudegi? Já. Og þú fær símtal? Ég fær símtal, rétt fyrir 4 á föstudegi. Og mér tilkynnt að þetta sé krabbamein. Hvað heyrðirðu af þessu samtali? Ég heyrði í rauninni bara krabbamein. Og ég ætti vonandi að fá að hitta einhvern lækni 3. miðvikudag í næstu viku. Þannig að það var eina sem ég náði. Hvað gerðirðu akkurat þarna á þessu augnabliki? Þetta var náttúrulega rosalegt áfall og ég varð líka ofboðslega reið. Ég var rosalega reið út í bæði konan í ungbarnaeftirlitinu, læknirinn sem ég talaði við og mannin sem hringdi í mig. Og ég var líka rosa reið við sjálfa mig. Fyrir hvað? Af hverju fór ég ekki og talaði við ykkur aðra, af hverju var ég ekki búin að gera eitthvað meira í þessu. Þannig ég barði mig svolítið niður fyrir það. En alla spurningarna sem komu akkurat þarna þessa helgi, hver gat svarað þér? Enginn. Kannski Google. Hvað sagði Google? Alls konar. Þannig að gott að fara á Google eða á maður að sleppa því? Maður á nú helst að sleppa því. Og þessa helgi þar sem við höfðum engin svör, þá náttúrulega bara hvað verður? Þú veist, verða lyfjagjafir eða þú veist, þarf maður að fara í aðgerð, hvernig förum við að þessu? Þú veist, ef ég þarf að vera mikið í Reykjavík, hvað verður börnin? Ég náttúrulega var með hann á brjósti, þannig að maður náttúrulega í rauninni vissi ekki neitt og þetta var óbúslega löng helgi. Svo hitt ég lækni hérna fyrir norðan á 3. eða miðvikudegi, ég man það ekki alveg. Og ég náttúrulega tilbúið með spurningar. Ég fer hérna að hitta hann og hann talar rosalega varlega við mig og segir mér það að þetta hafi verið krabbamein og ég bara já, en þú veist þess og var mér fyllt og við vorum búin að spjalla saman í svolítinn tíma og þá segir hann við mig, mér finnst þú nú taka þessu ansi létt. Ég bara já, ég búin að vita þetta síðan á föstudaginn og hann var ekki sáttur. Hann bara, ég trúi ekki að það hafi verið hringt í þig. Já, hann hélt að hann var að færa þig fréttirnar. Já, sem að það átti að vera svoleiðis, en þetta voru náttúrulega bara mistök hjá þeim sem hringir í mig. Það fer í gang ferli, ég sem sagt send suður, betri myndavélar og fer suður og við fórum öll fjölskyldan og þetta tók alveg 3-4 daga eða eitthvað. Ég fer í alls konar myndatökur, þetta fullt af læknum og þá fæ ég að vita það að ég náttúrulega verði að hætta með barnið á brjósti strax, að ég sé með hraðvaxandi hormónatengt krabbamein og þeir vilji byrja á lyfjagjöfum til að minnka æxlið í brjóstinu og það var 4 cm því ég greinist. Þannig að þeir vilja byrja á því að minnka það og svo fari ég í brjóstnám. Það kom fljótlega í ljós að Magnea með svokallað BRCA-gen. Og þegar ég fer að telja upp krabbameinssöguna í fjölskyldunni
og þá var mitt spyrlæknirinn heldur þú sért með brakka. Ég bara, og það hvað? Þannig að hann útskýrir það fyrir mér og segir að þetta sé bara ein blóðprufa. Ég geti farið og hugsað þetta þurfi ekki ske í dag. Og ég ráði náttúrulega, en ég sagði bara ég vildi fara í þetta núna. Og þá kemur í ljós að ég brakkaarfberi. Og ég var mjög opin það og náttúrulega við fjölskylduna. Og þá kemur í ljós að það mjög sterk brakkasaga í föðurfjölskyldunni. Og þegar ég greinist, að þá föðuramma mín að berjast við krabba, pabbi að berjast og systir pabba. Og svo bætist þú í hópinn? Já. Hvernig tóku þau því? Það var náttúrulega bara áfall. Mér kveið rosa fyrir að segja þeim þetta. Og þú ert búin að missa þau öll, ekki? Já. Systir pappa fór mánuð eftir ég greindist. Pabbi mánuð eftir systir sinni. Þarna í júlí. Amma fór svo í október og afi svo rúmi ári eftir ömmu. Ég held ég bara alltaf sett svona sorgina svolítið svona á biðstöði. Þú varst náttúrulega að berjast fyrir því? Ég var sjálf að berjast, já. Þannig einhvern veginn bara, já, og náttúrulega þegar ég greinist þá bara þú veist, ég bara tek þetta og bara klárum þetta og en svo þegar öll þessi áföll koma þá náttúrulega þetta ekkert rosalega hugreistandi. Ég ákvað sem sagt því ég fekk að vita það ég væri brakki, þá ákvaði ég að láta taka hitt brjóstið og eggjastokka og eggjaleiðara. Ég að minnka líkur úr svona 75–80% niður í sirka 3 að fá krabbamein þá, já, í brjóst og eggjastokka. Og ég lét gera þetta allt í sömu aðgerð og byggja brjóstin líka. Þannig þetta var rúm 6 tíma aðgerð sem að þetta allt fjarlægt og byggt upp með sílikonbúðum. Og í þessari aðgerð þá eru náttúrulega teknir kirtlar í hólhönd og þar finnst meiri krabbi. Þannig að þá ég sett á 3. lyfjameðferðina. Ég var búin að taka 2 áður ég fór í aðgerðina. Þannig að þá ég sett á 3. lyfjameðferðina sem voru 3 mánaða meðferð. Lyfjagjafirnar taka verulega á. Þær fóru ekkert sérstaklega vel í mig. Ég var náttúrulega óbúslega veik og þurfti náttúrulega mikið að sterum og ég verð rosalega steruð. Þannig og bara óbúslega þreytt og þetta dregur úr manni alla orku og allan kraft. Hvað með æðarnar? Þær eru handónýtar, gjörsamlega. Þá voru full geislameðferð, 25 skipti, en ég náttúrulega lendi í verkfall geislafræðinga. Þannig að sú bið var erfið. Við vorum náttúrulega með 3 börn mitt sumar og mjög erfitt að skipuleggja bæði að fá íbúð fyrir sunnan og svona þegar maður vissi nákvæmlega ekkert hvernig maður færi. Fyrir utan þessa óvissu þá fylgdi mikill kostnaður þessum ferðum og öll áform hennar að fara aftur í vinnu eftir fæðingarorlof ruk út í veður og vind. Það hefur náttúrulega gríðarleg áhrif. Náttúrulega erum þarna 5 manna fjölskylda að reyna að koma undir fótunum og náttúrulega þegar maður búin að vera í fæðingarorlofi og svo í veikindum og þá náttúrulega maður fær ekkert mikið pening fyrir það. Og líka öll þessi flug suður, en sem betur fer þá fær maður eitthvað greitt að þeim tilbaka. En það eitthvað neginn líka miklu meir en flugi, en þú veist, það ekki nóg að lenda á flugvöllinu, maður þarf að koma sér upp á spítala og bara margt í kringum þetta. Lyf, þú veist, sjónin á mér versnaði rosalega eftir lyfjameðferðirnar. Ég hef alltaf átt rosalega heilbrigðar tennur, glerungurinn að fara mjög illa eftir lyfin. Þannig að það ýmislegt. Og eins og eftir aðgerðirnar ég þurfti sérstaka toppa og ég þurfti sérstaka belti magan og þannig að það ótrúlega margt sem telur. En að koma 5 manna fjölskyldu fyrir í Reykjavík, af því að það kannski, maður vill halda fjölskyldunum sinni saman og hafa börnin sín nálægt sér. Það ekki gífurlegur kostnaður? Það það. Ég reyndar fór mikið ein. Mér fannst það einhvern veginn, ég held að myndi vera betra fyrir stelpurnar að vera bara í sinni rútínu hér með pappa sínum og ég færi mikið ein. En eins og því ég fór í geislana þá komuðu og voru með mér í viku og svona, en við fór rosa mikið ein. Á meðan Magnea var að berjast fyrir sínu lífi oft ein í Reykjavík var Sævar, maðurinn hennar, að púsla saman lífinu með dætrónum og syni sínum á Akureyri. Þetta var ekkert grín, sko. Maður svona gerði sig ekki grein fyrir þessu
hvað það var í gangi, sko. En þetta er bara verkefni sem þarf að leysa, sko. Er maður einhvern tímann undirbúinn? Getur maður verið undirbúinn undir svona? Nei, alls ekki, sko. Þetta var rosalega erfitt og allt það sem hún gekk í gegnum var bara rosalegt, sko. Og maður gerði sig ekki almennilega grein fyrir þessu. En svo eins og í dag, sko, þegar hún greindist núna, sko, þá fór maður að svona fara upp á krabbameinsfélag og taka þátt meira í því dæmi. Þetta er bara fullt af svona fundum og námskeiðum og sem bara rosalega jákvætt. Bæði stuðning fyrir mig og hana og krakkarnir að fara með okkur líka. Hvernig fer maður í gegnum svona stóra skafla saman? Eða hvernig hefur þið gert það? Þetta er bara harka, ekkert annað. Og mikil stuðningu frá fjölskyldunni minni. Það vilja allir taka þátt í þessu og vera með okkur, sem er bara gríðarlega jákvætt. Fyrir 15-20 árum síðan, það var þetta ekki mikið talað um þetta. Sem betur fyrir í dag er þetta orðið miklu opnara og þetta er ekkert feimnismál lengur, sko. Það er bara þannig. Það hlýtur að létta mikið að geta sagt frá því. Ja, alveg tvímælalaust, sko. Það er alveg, og ég hef aldrei verið feiminn að tala um þetta, sko. Það hefur aldrei verið svolítið hjá mér, sko. Það er líka gott að skæla annars staðar. Já, er það ekki nauðsynlegt? Það er bara tvímælalaust. Já. Þannig að pappar geta grátið? Já, það söng Helgi Björns. Var það ekki? Jú. En eru það að gera eitthvað núna sem þið kannski hefðuð ekki annars verið að gera, heldurðu, ef þetta hefði ekki komið upp á? Nei, þetta er bara sama rútínan. Jú, við förum oft út að labba og svona, sko. En svo náttúrulega þegar sumarið komið þá er farið með krakkarna á fótboltatótið og í ferðalög og svona, sko. Við gerum það rosalega mikið. Það er alveg númer 1, 2 og 3. Þó það er ekki nema bara ein helgi eða eitthvað, sko. Leyfir þér einhvern tímann að hugsa um framtíðina? Nei, ég tek bara einn dag í einu. Það er bara þannig. Það var svolítið sjokk síðast þegar hún talaði við mig og lét mig vita þessu með hálsinn á henni og það, sko. Það var svona, ég held að þetta væri búið, sko. En það er aldrei neitt búið í dag, sko. Maður er alveg búinn að fatta það, sko. Það er spurning hvað. Hún sé búið núna, en maður veit það ekki, sko. Þau Sævar og Magnea hafa alltaf verið opin með hvað er í gangi hjá þeim og reynt að útskýra málin fyrir börnunum. Ég reyndi eins og með þess elstu að segja henni svona það sem ég hélt og myndi skilja og ég útskýrði eins og því ég var að byrja í lyfjunum að núna þyrfti ég að fara á sjúkrahúsið og fá í lyf, það væri að hjálpa mér að batna og svona eins og því ég misti hárið. Þú veist þegar það var farið að losna þá náttúrulega rakaði Sævar það af, ég leyfði þeim að vera með þegar það var gert. Og reyndi svona eftir minni bestu getu að reyna að útskýra það sem ég hélt að þær myndi skilja en alls ekki hræða þær. Anita, svo elsta, hún var alltaf rosalega svona hörð, bara þetta verður allt í lagi mamma mín, þú ert falleg þó þú sé ekki hára á þér og hún var alltaf í þessu að peppa mig á meðan þessi 3 ára bara, mér finnst þetta ógeðslegt að hafa þau svona sköllóta. Þannig að þær voru, já. Eftir þroska? Já, auðvitað. Nákvæmlega. En hvernig hefur þetta gengið upp? Okkur hefur tekist það bara með óbærslega góðri hjálp. Fjölskyldan Sævar spýr öllirna og hún er búin að standa rosalega þétt við bakið okkur. Alveg rosalega. Og eins með systir hans, hún og vinkona hennar, þær stóðu fyrir því að búið til styrktarsjóð fyrir okkur. Og við erum alveg óendanlega þakklátt fyrir það. Og öllum þeim sem lögðu okkur lið í því, það létt okkur áður en alveg rosalega. Því þetta hefur líka náttúrulega tekið tap fyrir Sævar. Já. En sem betur fyrir vinnur hann á góðum stað sem að sýna okkur mikinn stuðning og skilning. Þeir hafa stutt vel við bakið okkur líka.
Þeim hjónum tíðrætt það hvað stuðningur fjölskyldu Sævars hefur skipt gríðarlega miklu máli fyrir þau og börnin. Þetta var bara æðislegt hvernig við gátum verið bæði til staðar á þessu tíma og enn þann dag í dag, sérðu. Og það má ekkert klikka neitt, sko. Það svo gott að bara geta verið til staðar og bara tekið börnin og svona þegar á þarf að halda. En finnst ykkur ekki bara að hafa orðið breyting á bara hvað má segja í dag, að maður tala veikindi? Jú, þetta miklu opnari og svona, sko, sem betur fer. Að maður þarf ekki að fara alltaf hnúunum í dag? Nei, sem betur fer þá þetta ekki falið eins og það kannski var hér áður fyrir, ég veit það samt ekki. Við erum búin að setjast niður yfir þetta fjölskyldan og passa það að láta ekkert klikka, að vera til taks eða eitthvað kemur upp á og eitthvað svona, sko. En það er ekkert annað í stöðinni og ekkert annað í boði. Já, þetta heljarinnaverkefni, alveg heljarinnaverkefni. Þetta var bara mikið áfall og skildi greinast aftur, sko. Já. Mér finnst það. Hvað lærir maður á þessu? Hvernig metur maður lífið öðruvísi? Já, ég held það að maður það kemur svona meira þakklæti inn í mann út af svona bara hvernig maður tekur á lífinu. Það sko, ég veit eiginlega ekki, manni finnst þetta náttúrulega alveg ömurlegt, en samt sko finnst manni sjálfum að maður geti verið þakkláttur fyrir svo margt í þessu, sko. Hún náttúrulega algjör jaxl, sko. Hún það, alveg algjör jaxl. Og það sem hún búin að ganga í gegnum, sko, með fjölskylduna sína, föðurfjölskyldu. Hún missir hana bara frá sér þarna bara akkurat þegar hún að greinast, þá fer bara meiri parturinn að henni, úr sama sjúkdóm, berklum. Þetta er þetta meiri háttar mál að taka á þessu. Þetta alveg... Fóru þarna 4 ættingjar hennar bara 1 til 3. Pabbi og afi og systir og allt svona, sko, þetta er bara hörmung, sko. Og hún bara svo, Magna bara svo skútað undir fullum seglum. Hún ofboðslega dugleg. Og það ekkert sem verst fyrir henni þannig, sko. Hún sagði það líka strax. Þetta eitthvað sem ég tekst á við bara. En þegar þau voru öll orðin bjartsýn að nú væri Magni að komast í gegnum 5 ára batatímabilið, skall ógjafan yfir á ný. Ég var alveg farið að hlakka til að halda 5 ára partíi, sko. Já. Og bara... Núna bara seinni í mánuði? Já, og skelli í lág, sko. En ég fekk þær fréttir 4. mars að ég væri komið krabbamein í skjaldkirtilinn. Þannig að það byrjað nýtt stríð við það. Það komið nýtt stríð? Já. Þú ert með hennar stóra skurða á hálsinum. Það sem sagt búið að taka skjaldkirtilinn. Það búið að taka skjaldkirtilinn og það voru teknir 51 eitil í hálsinum og það greindist í 10 þeirra. Þannig að þetta var farið að drefa sér svolítið. Er þetta tengt krabbamein? Þetta er ekki brjóstakrabbinn komin upp í háls sem betur fer. Heldur þetta skjaldkirtilsmein. En hvort þetta tengist brakkanum veit ég ekki. Hvernig var að fá þetta í andlitið? Mjög erfitt. Og mér fannst miklu erfiðar að greinast núna í annað skipti heldur en fyrra skipti. Og heltist ég með rosaleg hræðsla. Sem að þú upplifðir ekki svona sterkt í fyrra skipti? Hvernig hafið þið, þetta þetta stutt síðan og þú ert í raun og veru bara á kafi í meðferð í dag, er það ekki? Jú, ég að bíða eftir að komast í geislajóð fyrir sunnan sem verður næsta skref og svo verður bara að sjá hvert framhaldi verður. Hvernig útskýrir maður fyrir börnunum sínum núna sem orðna þá 10 og 8? Og 5, já. Sko við vorum búin að, elsta var búin að þróa með sér mikinn kvíða og hún var búin að vera að fá ofsa kvíðaköst út í skóla, brotna mikið niður og sem betur fyrir eigum við yndislegt krabbameinsfélag með stórkostlegu starfsfólki og
og þær voru búin að vinna með okkur mæðgum mjög flott starf og okkur fannst hún vera einmitt komin á góða siglingu þegar þetta kemur svo og þetta var rosalegt áfall fyrir hana, alveg svakalegt. Hræðslan tók sig upp eftir. Já, og líka fyrir þessi 8 ára. Þessi 5 ára ekki alveg að skilja þetta, en skilur örugglega meira en ég gerir mig grein fyrir. En ég hef alltaf passað mig á að vera óbúslega opin gagnvart skólum og kennurum, leikskólum. Og því ég greinist núna aftur, ég fór í skólan og talaði við kennarana Anitu, ég talaði við kennarana Karenar, talaði við leikskólan, ég fór á fótboltaæfingu, talaði við fótboltaþjálfarann, talaði við fimleikaþjálfarann, talaði við talmeinafræðinginn. Þannig að mér finnst skipta svo ótrúlega miklu máli að allir séu upplýstir, alltaf fólk sem að vinna með börnunum mínum dagsdaglega, að það viti nákvæmlega hvað í gangi. Samskipti á milli heimila og skóla skiptir auðvitað alltaf máli, en þegar eitthvað svona stórt kemur upp á sem hefur áhrif á líðan barnsins, þá náttúrulega mjög mikilvægt að skólinn sé inn í öllum málum og að allir í kringum barnið séu meðvitaðir hvað í gangi og hvernig eigi að taka á aðstæðum. Og við ákveðum hér að segja bara öllum frá, tala við börnin í bekknum og ég ákvað að taka það að mér og það gekk ótrúlega vel og það breytti svolítið miklu fyrir barnið. Hvernig helst? Að þá að ef eitthvað kemur upp á, þá sýna því allir svo mikinn skilning. Ég meina, það ekkert óeðlilegt að svona barn brotni niður eða fá einhver köst eða eitthvað og þá vita bara allir og sýna því skilning. Og það það sem skiptir svo miklu máli. Magnea segist vera búin að læra mjög margt á því að fara í gegnum þetta ferli. Maður þarf líka að vera ótrúlega skilningsríkur á sína eigin tilfinningar. Maður einhvern veginn getur ekki kaffart einni tilfinningu með einhver annari. Maður þarf að leyfa þeim að koma þegar það koma. Ég reyni náttúrulega að hvíla mig þegar börnin eru í skólanum, en ég reyni svona að láta þær ekki mikið sjá að ég sé lasin, sko. Af hverju gerur það? Ég held að sé bara betra fyrir þær. Ég held að sé ekki drosa gott fyrir þær að koma alltaf heim og ég ennþá í náttfötunum eða ennþá upp í rúmi og ég reyni að fylgja þeim allt sem þarf. Þú veist, ég að fara eins og á sumrin á fótboltamót og ég veit að ég verði algjörlega að bakka alla vikuna að þá fer ég á fótboltamót heila helgi og senda hliðalínunni. Þannig að þá svo ég veit að það eftir að kosta mér marga daga. Hvað spurja þær núna þegar það standa fram fyrir þessu? Það náttúrulega eru mjög hræddur það að ég degi frá sér. Og bara, já, miðjan mín þessi 8 ára, hún kom til mín daginn og sagði, mamma, viltu lofa mér því að degi ekki frá mér? Hvað segir þá? Ég sagði við hana, veistu það, Karen mín, ég get ekki lofað því, en ég að gera mitt allra besta. Læknarnir að gera sitt allra besta til að hjálpa mér að batna og þess vegna ég alltaf að fara til Reykjavíkur og fara upp á sjúkrahús til að við getum hjálpast að. En ef ég dey, þá verð ég samt alltaf hjá þér. Ég verð alltaf hjá þér í huganum þínum og hjartanu þínu. Og það skiptir máli fyrir þig að muna það fallega og góða. Það sagði ég við hann. Takk fyrir það, elskan.